Og nú upptaka komin í gang og ég ætla að fara yfir spurningar varðandi próf 2. Og hér höfum við þá fyrstu spurningu í prófinu. Við erum með 3 fasa skammhlaups-mótor, hann merktur 11 kW, spennumerkingin 400, lægri merking spennunar 400 volt, hærri 690 volt og fyrir lægri spennuna 400 volt þá gildir 20,7 ampere, fyrir hærri spennuna 690 volt gildir 12 ampere straummerking. Raunaflstuðullinn Cos-Phi 0,85. Hvernig á að tengja mótorinn við 400 volta net? Og rétta svarið við því að við 400 voltinn, það sem sagt lægri spennumerkingin, hérna, það alltaf lægri spennumerkingin á mótor þríhyrningstengingin, þannig að það þarf að tengja hann í þríhyrning. Síðan hve mikið afl tekur mótorinn frá neti við fullt álag. Þá þurfum við að nota upplýsingar spennu, straum og Cos-Phi vegna þess að við erum að nota þessa formúlu, 3 fasa formúlu hérna P, það fyrir raunaflið inn, það spennan sem straumurinn sem rótina 3 sinnum Cos-Phi. Við nota þá formúlu til að reikna það út og þá fáum við út 12.190 watt og það rétta svarið sem sagt við því. Við sjáum merkingin á honum mótornum, það aflið út 11 kW og það eitt af þessum röngu svörum sem hérna á listanum. Nú, 3. spurningin. Væri hægt að stjörnuþríhyrningsrensa þennan mótor við 400 volta net vegna þess að lægri spennumerkingin sama spennan, 400 volta spenna og kerfisspennan, netspennan, 400 volt, þá það hægt. Hærri spennan, 690 volt, hún fyrir stjörnutengingu, sem sagt, ef að mótorinn væri beintengdur. Þannig að ef lægri spennumerkingin sama spenna og netspennan, þá hægt að ræsa mótorinn með stjörnuþríhyrningsræsingu. Svo að rétta svarið við þessu var já. Og það voru einhverjir sem voru vantróðar á þetta en mjög dreif svör varðandi þetta en hérna þó. Í 4. spurningu verður spurt hve mikið sýndarafl tekur hann frá fullu við fullt álag frá neti og formúlan sem við notum þar, S-ið, það bara spenna sinni straumur sinni rótina 3 og þá það hérna 14,3 kV-ampere. Það var rétta svarið því. En síðan í 5. hve mikið launafl tekur hann frá neti við fullt álag. Þá það hérna, þá þarf að út frá raunaflsstuðlinum, þá þarf að finna út gráðufjöldan og eða svo væri náttúrulega líka hægt að nota Pythagoras-reglu til að finna út launaflið. En sem sagt, við þurfum að finna út farsvikið og ef við reiknum út hérna
Q-launablið sem sagt, þá það að þá þurftum við að taka sínusinn af horninu. Af því við fengum raunafstöðulinn, þá getum við sagt kósi mínus fyrsta og sett raunafstöðulinn inn í, sem var 0,85 og þá fengjum hornið og tekum á sínusinn af horninu sinnum S, sinnum talan sem við reiknuðum út síðast. Þá myndum við til dæmis fá þessa tölu hér. Eða nota Pýþagóras-reglu. Það S í öðruveldi mínus P í öðruveldi og rótin af þeirri niðurstöðu, þá fengjum við líka Q. Það eru þessar tvær aðferðir sem hægt að nota við að finna út launablið Q. Og svo munið þið sem sagt volt ampere reaktív, það einingin. En ég skrifa þetta hérna svo að það fær ekkert á milli mála hjá ykkur. Nú, síðan hver nýtni mótorsins, af því að við reiknum út aflið inn áðan, þá getum við reiknað út nýtnina. Það sem sagt það ljós að það 0,902 eða 90,2%. Og síðan kemur spurning hérna einfasa skammsmótor og hér spurt hve mikinn straum hann tekur frá neti og þá þurfum við að byrja á því að reikna út aflið inn. Til þess að geta fundið strauminn þá þurfum við að vita aflið inn. Hér hérna aflið út, skammsmótorinn hann merktur 0,37 kW og þá verðum við að byrja á því út frá nýtniformúlunni að finna út hvað hann fær mikið aflið inn. Þá segjum við hérna P út deilt með 0,69 sem nýtnitalan og þá fáum við raunaflið inn sem að síðan getum við notað til þess að deila með spennunni 230 voltum og raunafstöðunum 0,9 til þess að fá út strauminn 2,63 ampere. Sem að flestir náðu nú að gera rétt, sem betur verið. Ég var nýlega búin að fara í gegnum þetta. Nú svo eru spurningar almennt mótora úr einfasa mótorakaflanum. Hér spurt skrefmótoras, hvar þeir eru mest notaðir og þeir eru notaðir í prentara og þess háttar. Svo eru því rétt. Nú í 9. spurningu, hver eftir fær þetta fullyrðingar rétt með alströmsmótorinn. Þeir eru notaðir í handverkfæri, borvélar og slíkt. Flestu voru með það líka rétt. Nú í 10. spurningu, ræsivægi einfasa skammsmótor fæst með því að straumur í hjálpavægi myndar 90 gráða fasvik við straum aðalvafsins. Það það sem við gerum með því að raðtengja þéttin við hjálpavægið. Og í 11, hvað hefur mótor marga póla ef hann snýst 1430 snúningar á mínútu við fullt álag, við 50 eða tíðni. Þá reiknum við samfasa snúningshraðan en S sama sem tíðnin F sinnum 60 deilt með pólparafjöldan og prófa að nota þess að kannski 2 pólpör og þá það 3000 deilt með 2, þá fáum við 2 pólpörum, þá fáum við 1500 snúningar á mínútu og þessi tala rétt undir 1500 snúningar á mínútu og við getum líka séð það í listanum hérna að ef að samfasa snúningshraðinn 1500 snúningar á mínútu hérna, 1500, að þá sjáum við hérna að hraði á þessum mótorinn 1400 og eitthvað, til dæmis 1430, 1435,
þá í rauninni líka hægt að bera það saman þessa töflu. Og hér stendur líka að 1500 snúningar á mínútu sama sem 4 pólar. Þá þetta hverfi segulsviðið sem að sátrið myndar og það myndað út frá því að það eru 4 pólar eða 2 pólpör í sátrinu. Þannig að rétta svarið er þessar 4 pólar af því að spurt hve marga póla mótor og það eru 4 pólar. Það máli. Og síðan hérna í 12. Hvað er það sem tefur endurskipun tvímálsvarnar? Það sem að við erum með 2 þynnur með tvímálmi þá sem sagt út af hitanum sem að straumurinn veldur að mótornum þá bognaðir og það þarf tíma til fyrir málminn að réttast tilbaka og það er það sem að tefur tvímálsfjöruna. Það er það sem þegar hún kólnar að þá réttist hún hægt og rólega tilbaka og það tekur ákveðinn tíma. Það væri þá rétta svarið í þessu enda flestir sem að svarið því rétt. Síðan í 13. Hvaða kosti hefur hitaleiðavörn fram yfir mótor eða fram yfir tvímálsvörn? Og hvað er verið að mæla í hvoru tilfelli? Hitaleiðavörnin, hún mælir nákvæmlega hita mótorsins því að skynjararnir eru settir inn við vöf mótorsins. Þannig að það er rétt að svara við þetta. Og hér er ekkert hægt að svara þessu hvað er mælt sko. Raunhiti mótorsins er rauninni mældur vörninni en straumurinn er mældur með yfirráðsvörninni. Þannig að þess vegna yfirráðsvörnin eða tvímálsvörnin, þar er straumurinn mældur. Það er miklu ónákvæmari mæling á hita mótorsins. Það er verið að rauninni að áætla hita mótorsins. Síðan er í 14 pólskiptir skaflsmótorar. Þeir eru notaðir til að fá fram mismunandi hraða. Þetta eru 2 hraðamótorar og það eru 2 gerðir af þeim. Það er þá dalandi mótorar annars vegar og hins vegar mótorar með 2 aðskildum vöfum. Og þetta er til þess að fá fram mismunandi hraða, 2 mismunandi hraða yfirleitt. 15. Ræsivægi skaflsmótors í stjörnuræsingu varðandi hérna þegar við erum að ræsa með stjörnuþrýtræsingu. Það er alveg eins og með strauminn, hann dettur niður í 1/3 miðað við beinaræsingu. Hann verður 1/3 sinnum ræsivægi í beinni ræsingu. Svo að hérna, þá er örugglega spurt þetta hérna seinna líka. Með stjörnuþrýtræsingu má gera ráð fyrir að ræsistraumurinn lækki í 1/3 af ræsistraumsgildi við beina ræsingu. Þá eru líka flesti sem að svöruðu því rétt. Það er alltaf niður í 1/3. Og síðan koma skriflegu svörin hér. Nefndu 2 algengar aðferðir til að draga úr ræsistraumi og þess að tryggja fasta mótora og útskýra stuttlega það sem þessar aðferðir eiga sameiginlegt. Og hérna við vorum ekki með neina aðferð bara til að draga úr ræsistraumi innfallsmótors. Þar fórum við ekki með neina aðferð. En í 3-fasa mótorum þá erum við með 2 aðferðir. Það er stjörnuþrýtningsræsing og mjúkræsing. Og þessar 2 aðferðir eiga það sameiginlegt að spennan er lækkuð til þess að straumurinn minnki í ræsingu. Já, það sem að eiga sameiginlegt er að spennan er lækkuð til að
ræsistraumurinn sé minni. Í stjörnuþrísningsræsingunni fellur hann niður í 1/3 miðað við ræsingu í beinni ræsingu. Með ræsistraum í beinni ræsingu, þá dettur strauminn niður í 1/3 í stjörnuþrísningsræsingunni, en við getum stillt strauminn í mjúkræsinum hvað hann fer mikið niður. En við lækkum spennuna, það er það sem eiga sameiginlegt. Svo eigum við að útskýra hvers vegna venjulegur ámælir dugar ekki til útleiðslumælingu. Og venjulegur ámælir, hann gefur ekki nógu háa spennu til að finna útleiðslu. Það er of lág spenna sem ámælir gefur til þess að mæla, til þess að geta mælt tryggilega einhverja útleiðslu. Yfirleitt þurfum við jafn háa kerfisspennu til þess að finna einangrunarbilun, því að stundum kemur ekki einangrunarbilunin fram fyrr en við svipaða spennu og á kerfinu. Og ámælirinn hann gefur ekki nógu háa spennu. Þess vegna notum við Megger. Ok, þá erum við búin að fara í gegnum þessar skriflegu spurningar. Svo kemur hérna hvað eru staðirnir kallaðir á vægiskúrfunni hérna. Við sjáum hérna A, B og C merkt inn á vægiskúrfuna. Og A-ið, það er fyrir ræsivægi, við sjáum það á því að þar er mótorinn á 0 hraða. Hérna er snúningar á mínútu, við sjáum lengst til vinstri við y-ásinn, þá er 0 á x-ásnum og þá erum við með ræsivægi hérna á y-ásnum, m-ið, það er semst A. Hámarksvægið er B og C og svo er málvægið. Þannig að A, hérna, það var annar svarmöguleiki, hann var réttur. A var ræsivægi, B var hámarksvægi og C var málvægi. Síðan hérna í 20, hvert er þá við 5,5 kW þriggja-fasa mótor. Þessi gildi, ræsivægi, hámarksvægi og málvægi, að við þurfum að fara í töfluna fyrir 5,5 kW mótor. Sjáum fyrst sem sagt málvægið, 5,5 kW, að þá er það T hérna. Það er 35,9 newtonmetrar. Fyrir ræsivægið er það 1,7 sinnum 35,9 og fyrir hámarksvægið, þið sjáum hérna max, það er 2,4 sinnum 35,9. Skoðum við það. Þá sjáum við hérna að ræsivægi er 1,7 sinnum 35,9 og í hámarksvægi er 2,4 sinnum 35,9. Svo að þessi þriðji liður hérna, það var rétta svarið, eða sé svarmöguleikin hérna í þessu og flestir svöruðu því rétt. Ok, nú síðan í hvaða röð koma sigurófnir í stjörnuþrísræsingunni. Höfuðrófinn kemur inn hérna ásamt stjörnunni, tengjum fyrst í stjörnu til þess að lækka ræsistrauminn, þannig að það er fyrst K1 og K2 koma samtímis inn. K1 og K2 kom fyrst inn, svo fer stjarnan út, K2 fer út og K3 kemur inn í staðinn til að tengja þríðing. Það var sem sagt þessi þriðji svarmöguleiki hér og flestir svöruðu því rétt. Síðan,
Síðasta spurningin, hversu eru 2 segulrófar notaðir við stjórnun færibands? Þá það rétt hér að annar gefur hægri snúningsátt meðan að hinn gefur vinstri snúningsátt. Þeir gefa sem sagt sitt hvora fæðina inn á mótorinn svo að hann snýst í sitt hvora snúningsáttina svo að bandið geti farið í sitt hvora áttina. Þetta fóru við yfir varðandi yfirferðina á færibandaverkefninu fyrir prófið. Og flesti svöruðu þessu líka rétt. Það var gott. Þá ég búinn að fara yfir alla spurningarnar í prófinu, þannig að prófsýningu þá lokið í þessu, prófið 2 og ég stoppa þá upptökuna.